Herðu, við ætlum að fara út í óvissuna í heimsmálum með Helena Ólafsdóttur, öryggissérfræðingi sem hingað kemur oft á ræðuborðinu. Vertu velkomin, Helena. Takk fyrir. Ég orði þetta svona því að það mikil óvissa í heiminum og svona, það allir honir sammála að svo heimsmynd sem að hékk uppi á eftir stríðsárunum fallin og enginn veit hvað tekur við og þá stundum sagt að í slíku ástandi í heiminum, svona millibilsástandi, þá ráða tröllin, eins og sagt Hvað hvernig metur þú þessa óvissu sem framundan? Við bara í myrkri og þoku og verðum það lengi ennum sinn? Já, við það svolítið. Vegna þess að, ég sem sagt að vinna við þetta kannski horfa á þetta svona út frá Afríku og Miðausturlöndum, lönd sem ég að vinna við og að aðstoða ríkisstjórnir í nokkrum löndum. Þannig að ég myndi segja að það við getum ekki hort á hvorki pólitíkina né bara öryggismál nema við séum að líka skoða heimsmarkaðinn. Þú veist, þetta er bara nátengt atriði að horfa á hvernig markaðurinn lætur og hvað að gerast bara varðandi heimsverslun og síðan hvernig þetta spilast síðan út í geopólitík og hvernig svo samþjöppun hvernig hergagnaiðnaðurinn hefur sölsað undir sig. Þú veist, við erum bara með óligarki sem að taka undir sig nánast allar auðlindir í heims og svo ertu með hennan einpóla heim sem búinn. Þú veist, við erum að fara einhvern veginn inn í hennan fjölpóla heim en það stendur samt eftir að þegar við tölum fjölpóla heim að þá Kína, þetta svo, þú veist, þegar við horfum til dæmis bara Kína, þú veist, við verðum að fara átt okkur í Evrópa einhvern veginn ekki búin að fatta að heimurinn búin að breytast. Þú veist, Evrópa situr bara eftir og Bretar halda þessi ennþá heimsveldi og Evrópa ekki búin að fatta það að eftir bara svona sem dæmi Kína 2050 við erum tvisvar stærri en mögulega bandarískt hagkerfi 2050. Árið 2050 þá verður Indland orðið 4 sinnum stærra hagkerfi í Indlandi heldur en bara Bretar. En þú veist, þessi lönd í Evrópu eru ennþá svolítið föst í þessum nýlendu heimi. En maður sér bara, ég sé sjálf áhrif þeirra að fara rosalega dvínandi og hafa dvínað bara síðustu 10 árin, sérstaklega síðustu 5 árin í Afríku og það náttúrulega spilast inn í líka að Sameinuðu þjóðirnar, þeirra vald eða þeirra áhrif eru orðin nánast ekki neitt. Það mjög lítil áhrif sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa á mjög mörgum stöðum sem ég að vinna á. Það sem að fyrir 10 árum síðan var veruleikinn allt annar, að þá var kannski svona ákveðin alltaf svona hræðsla, kannski ekki rétt orðið, en svona ríkisstjórnirnar í þessum ríkjum í Afríku báru ákveðna virðingu fyrir og svona þú veist fyrir bæði bara öryggisráðinu sem var þá kannski einhuga ég meina þetta áður en að það kemur þessi árás Rússa inn í Úkraínu að þá náttúrulega funkaraði öryggisráðið svolítið og ég meina það lönd báru fyrir svona mikla virðingu fyrir því og vissu það að þau urðu einhvern veginn að lúta ákvörðunum öryggisráðsins. Þetta bara búið. Vegna þess að öryggisráðið kemur sér ekki saman neitt þar sem það skiptir máli og við bara sjáum ríki vera að vaxa upp gegn þessum nýlendu tímabils stemmara Menna þú veist það búin að vera valdarán eða valdatökur, breytt pólitískt við bara horfum á Sahel, þar eru ríki að rísa upp, þau eru að hafna í rauninni ekki bara Sameinuðu þjóðunum heldur líka bara erlendum íhlutunum og svo bara eru alls konar breytingar, þú veist ég að vinna mikið í Sómalíu og það eru bara rosalega mikið breytingar hvernig bara áhrif til dæmis Sádi-Arabíu, Sameinuðu Arabafurstadæmanna, Katar, Tyrklands, þetta allt á hreyfingu og þetta breytist rosalega hratt og allt tengist þetta líka náttúrulega Bandaríkjunum og Ísrael. Við erum náttúrulega með þessi fjölmörg proxy stríð í gangi en þú veist þetta er rosalega erfiður raunveruleiki að vinna innan eins og hann í dag. Og fólk að reyna að búa til orðfæri sem að hendar breyttum aðstæðum. Eitt í staðin fyrir að segja fjölpóla heimur sem að gefa þá hugmyndum að til dæmis Afríkuríkin þurfi að velja hvort þau ætla að vera með Bandaríkjunum eða þá, ég veit ekki,
þegar þú ert að tala minni virðingu við öryggisráðin og svona, þá það náttúrulega minni virðing fyrir heimskipan og alþjóðastofnunum og alþjóðalögum sem að Bandaríkin eru sjálf að yfirgefa, þannig að það kannski skiljanlegt að enginn sé að bera virðingu fyrir því sem að höfundurinn og svo sem hefur haldið því uppi sem búið að skilja eftir. En maður geti haldið að megin ákvörðinu væri svo með hverjum alltaf að vera í liði og það getur leitt til átaka inn í löndunum því að mismunandi hópar geta valið sér mismunandi skjólstæðinga eins og við þekkjum frá kalda stríðunum. Í Evrópu geta það verið þannig að Evrópa þurfi að ákveða hvort það ætla að vera Bandaríkjamegin eða hvers konar samskipti við Kína. En ég hef tekið eftir því að menn að skjóta inn öðru, þetta ekki fjölpóla heimur, heldur þetta marglaga heimur sem gefur svona til eiginlega vísa til svona að heimur getur orðið miklu flóknari og þú þurfur að hafa svona ólíka bandamenn eða einhverja samninga á svona ýmsum lögum í samfélaginu. Heimur verði kannski ekki svo einfaldur eins og var kannski virtist vera á kaldastríðsárunum, þannig að það var annarkvort eða. Heldur séum við kannski að fara inn í heim þar sem að tækifæri fyrir millistóríki eins og Carney benti á til þess að mynda sér einhverja stöðu því að millistóru ríkin geta ekki búið til saman. Það verður ekki til heimsveldi með því að hlaða saman mörgum millistóru ríkjum. Það bara verður ekki þannig. Þetta svo merkilegt vegna þess að Bandaríkin eru nú sjálfur sér verst því það eru Bandaríkin sjálf sem að grafa undir því systemi sem hefur gefið Bandaríkjunum hvað mesta auðavinn og bara, þú veist, það var bara í rauninni geta prenta bara peninga endalaust og selt skuldir sínar, þú veist, og það hefur bara verið þessi núans eða þessi svona sáttmáli milli meðal annars Kína og Bandaríkjanna. En þetta er svo galið að horfa Bandaríkin, þú veist, það eru svona margir vilja meina og ég er mjög gott að skildi mennast einmitt á forsætisráðherra Kanada vegna þess að ræðan hann stóð upp úr á Davos einmitt það sem hann varaði bara við því hvað við værum öll í rauninni á Bandaríkjamönnum og hvernig þeir væri að rústa kerfinu sem við höfum lifað við. Og bara svona líka fórsti Finnlands, aðeins bara nefna hann hefur komið svolítið sterkur út í viðtölum upp á síðkastið og svona mikið verið að benda á að við þurfum bara að fara að sætta okkur við allt annan heim þar sem við gefum suðrinu miklu stærra svigrúm og réttlæti, en allavega Bandaríkin, máli það að bandarískt efnahagslíf bara á ystu nöf, þú veist. Það er bara staðreynd að þeir skulda allt of mikið og þegar að Kínverjar eru farnir að dömpa öllum skuldabréfunum og eftirlaunasjóðir í Evrópu eru farnir að dömpa öllum skuldabréfunum og enginn vill kaupa skuldabréfin, þá erum við komin í mjög slæmt ástand fyrir Bandaríkin vegna þess að það er ekkert á bak við dollarann í rauninni nema það að þeir eru að náttúrulega dollarinn er notaður eins og gjaldmiðil sem þú verslar með olíu og auðlindir en nú er bara Trump einhvern veginn búin að með sínum glannarhætti búin að, þú veist, bara gera bandamenn sína svo reiða og þetta að setja 145% toll á Kína náttúrulega virkaði bara ekkert. Það kom bara í ljós að hagkerfin, jafnvel bara landin svo Víetnam, skilur, voru bara miklu meira resilient gegn þessum tollum heldur en að hann hélt og hann gat ekki farið í tollastríð við Kína vegna þess að Kína náttúrulega bara hótaði því að þeir myndu bara alls ekki gefa þeir myndu það var ekki bara það að Kína fóru með tollana sín upp í 100% heldur voru Kína bara, þú veist, við bara seljum ykkur enga málma og við gefum ykkur ekkert access í ákveðna málma sem eru nauðsynlegir og þetta bara virkaði ekki, þannig að Trump varð að bakka með Kína og að fara til Kína, skilst mér bara held í núna á næstu misserum, þannig að þú veist þetta virkaði ekki alveg, en hann bara búin að mála sig svolítið mikið út í horn og maður sér bara Bandaríkin einangrast líka sérstaklega út af því hvernig haga sér í á Gaza og að styðja við Ísrael þeir hafa málað sér svolítið út í horn. Og náttúrulega sérstaklega með Grænlandi því að það var Evrópu var alveg sama þótt að Bandaríkin væru að fjármagna og styðja þjóðarmorð á Gaza. Það var ekki fyrir en að Grænland kom upp að það heyrðist annað hljóð. Nei, en í allsherja þinginu nú ekki margir sem fylgjast með því. Þar eru samt ályktanir sem sagt gegn Ísrael og þar sést bara klárt mál að það bara Bandaríkin og Ísrael og þú veist
Marshalleyjar eða eitthvað líka sem eru, þú veist, þarna algjörlega einangruð í afstöðu sinni í því máli og þetta hefur bara verið smám saman núna að vera að búi til alveg svakalega mikla gjá á milli til dæmis Evrópu og Bandaríkjanna en líka bara BRICS-landana og ekki Argentínu reyndar því hann náttúrulega snarbrjálæður sá sem er þar og mikil trumpistu og er búin að keyra efnahagslífið þar í þrot og nærist núna á peningum frá Trump sko til að halda batteríunum saman en það er bara, þú veist, Bandaríkin eru bara komin á rosalega og það er það sem fólk telur þetta verður nánast eins og þú veist, þetta nánast raungerist bara því það er allir að spá því að efnahagslífið í Bandaríkjunum er bara eftir að hrynja, húsnæðismarkaðurinn er eftir að hrynja og þetta verður verður en 2008 og þá erum við ekki komin á þann stað að, ég meina, þetta, eins og segi, allir eru að dempa skuldabrjöfum þá ertu búin að sko bara markaðskerfið eins og það er byggt upp í dag, það hrynur. Þannig að að því þetta byggist svo mikið á þessari samvinnu með skuldirnar að halda í rauninu öll á floti og þetta samstarfi hefur verið svona, þú veist, síðastliðin 20 ár alltaf, allavega sérstaklega milli Kína og Bandaríkjanna og algjörlega háð hvort öðru. Þannig að við sko, hvað segir þetta til dæmis varðandi öryggismál? Það er rosalega erfitt, þú veist, þetta er svona að tala um þetta eins og Rómarveldi, sko. Bandaríkin eru bara, þú veist, í einhvern veginn að kýla í allar áttir í desperasjón vegna þess að heima fyrir er alltaf hrynja. Og síðan eru svona alls konar innanhús vandamál hérna hjá Trump, sérstaklega Epstein-skjölin og allt þetta og hann er orðinn frekar óvinsæll í könnunum, Trump og náttúrulega allt þetta með ICE og þetta, þannig að heima er pólitíkin ekki að gera sig og hvað gerist þá? Þá er náttúrulega tilhneigingi til þess að stofna til einhver stríðs eða vera með einhvern svona skarkala eða svona einhvern svona gauragang erlendis og nú er hann, en þetta er allt sem hann gerir einhvern veginn, þú veist, bara þetta er allt einhvern veginn svona, þú veist, þessi 20 punta plan fyrir Gaza, hvorki fugl né fiskur. Þú veist, hann hefur ekki tekist að tjasla þeim saman hérna á Úkraínu og Rússlandi. Hann er búin að mála sig algjörlega út í hvað var þar Íran, að ætla að fara með einhvern stóran flota þanga. Hann getur ekki gert neitt. Hann getur hent einhverjum sprengjum á Íran, en hann getur ekki gert neitt. Hann getur ekki breytt, þú veist, það heldur kannski að væri einhver núna komni tími til að það myndi, klerkaskjörn myndi vera steypta stóli í Íran núna í janúar en þeir náðu að gera út mótmælin og þú veist, þeir vinna það verður engin breyting á fyrirkomulaginu í Íran nema það verði innanfrá vegna þess að Bandaríkin er ekki að fara að setja inn hermennarnir sko. Og síðan er eitt að þeir get ekki, ef þeir fara að bomba Íran þá getur Íran og Íran er búin að segjast ætla að hefna sín með því að bomba Ísrael. Ísrael hefur ekki efni á fleiri missiles eða skeytum frá Íran. Því þeir voru komnir alveg á ystu nöð í síðasta, þú manst að það var bröst út stríð á milli Íran og Ísrael og Íranar voru með alveg ógrynni af vopnum sem þeir voru að fleygja inn þannig að næstu var bara komið þannig að dómið þarna sem hafa vernda Ísrael það var bara komið á ystu nöð og þeir þurfa tíma til þess að fá fleiri vopn til þess að taka þátt í svona titt for tatt. Þannig að Ísraelar vilja ekki þetta stríð við Íran núna. Trump er búin að mála sig út í horn. Hann er komið með einhvern stóran flota þarna sem veist, verður ekki neitt. Íranar núna þá segja bara já, við erum alveg tilbúinir að semja, sko, þú veist, why not? Og þannig að allir þessu gauragangur í Trump er einhvern veginn bara alltaf bakkfæra og hvað hefur gerst í Venezuela? Í rauninni ekki neitt. Þú veist, það er búið að breyta einhverju lögum innanlands, þannig við erum eftir að sjá til, en samt voru nú olíufyrirtækin að segja að þau voru ekki alveg tilbúin til að kaupa þetta væri hægt að fara inn að því þau treysta sér ekki í að setja einhvern massívan billjónir í það að það þarf að lappa upp á kerfið. Það kostar ógeðslega mikið að ætla að koma aftur olíuiðnaðinum í gang í Venezuela. Þannig að punkturinn þessi, Trump er út allt og það virðist einhvern veginn ekkert vera almennilega að virka. Þetta er allt heima fyrir allt í bulli í rauninni og þannig að heimurinn líður fyrir það að við erum með einhvern snarbrjálaða mann við völd, snarbrjálaða mann og fólki í kringum hann sem að, sko, við vitum ekki einu svona hvort hann ætlar að reyna að koma í veg fyrir kosningarnar í nóvember inn á þinginu. Þetta er komið, þetta er svo bilað þannig að núna sér maður bara, og Evrópa, hvað er Evrópa ekki að gera? Evrópusambandið búið að gera núna fríverslunarsamningu í Suður-Ameríku, ég meina, þú veist, starmer í Kína.
Það bara allir einhvern veginn að reyna að losa sig undan ægisvaldi Bandaríkjanna. Það bara það sem að gerast í dag. Sömuleyti þetta þróun sem að byrjuð áður en að Trump kemur, veik staða Bandaríkjanna, bandarískt efnahagslífs og fleira, og má líta á að Trump sé kannski einkenni heimsveldi sem að hrynja, sem að getur náttúrulega verið hættulegt. Við erum með svoleiðis ástand í Rússlandi. Við getum fengið eitthvað slíkt ástand í Bandaríkjunum, þannig að við ættum náttúrulega ekki að vera óskað þess að Bandaríki myndur hrynja, alveg sama hversu illa okkur við glæpi Bandaríkjanna á umliðnum ára á tugum. Þannig að það getur orðið hættulegt. Og Kína að rísa og það veldur því að það eru valkostir, en þú nefndir eins og Víetnam og Trump fór þarna til nokkurra landa, samdi lækka tolla þarna og reiknaði svo einhvern veginn í Air Force One á leiðinni heim, hvað hann hefði grætt mikið með því að taka tollan inn, en viðskiptin beinað síðan bara eitthvað allt annað. Já, það er nefnilega málið. Þannig að einhver leiti þetta þróun sem tengist kannski Trump ekki, ef við tökum hana aðeins út úr þessu, að þá eru við að ganga í gegnum breytingar í valdajafnvægi í heiminum, þar sem að Bandaríkin hafi ekki þessa ógnarstöðu sem við höfðu áður, og þar af leiðandi kannski staða Evrópu, það að vera leppríki fallandi heimsveldis náttúrulega ekki árennileg staða, eiginlega ótrúlega heimsk staða. Þannig þeir eru endurskoða sig. Þú nefndir Afríku sem að með því að þeirra Sameinuðu þjóðirnar draga sig út, þróunar aðstoðastuðningur Bandaríkjanna draga sig út, að þá eiginlega hverfur þetta svona hálfgildi samkomulag sem að var að við ættum að reka ríki þannig að við værum svona leiðinni í einhverju svona vestrænt módel, allt í nú það ekki til í allri álfunni. Og hún eiginlega bara, ég veit ekki, spurningamerki. Og svona hefur þetta árið út allan heim. Og síðan kemur Trump og eins og þú ert að benda á, að þá eiginlega bara ígir hann niðursveifluna með aðgerðum sínum. Akkurat. Ég held á bak við þetta allt, og ég meina að því það var ekki hægt að laga kerfisbund, 2008 var mikið húsnæðiskreppa í Bandaríkjunum og hafði afleiðingar á okkur og út allan heim. Það var engin tilbúin til að laga í rauninni það sem þurfti að laga. Þarna hefði verið tækifæri til þess að leyfa bara hreinlega bönkunum að falla. En því þeir voru bara orðnir alltaf stórir. Ég tala Bandaríkin, eða sama á Ísland. En það var... Og ég má skjóta inn, Helen, í þeirri sögu að þá væri forsetatíð Obama tækifærið sem að við klúðrum. Akkurat. Þannig að Obama mun fá mjög harðan dóm í sögunni við sína forsetatíð yfir hafa ekki svarað kalli tímans. Það er rétt, hann hélt með þessi ráðherranum sem var yfir þessum málum, hann hélt sama manninu sem var frá Bush administration, hann til þess að halda áfram, því þeir borguðu 800 milljarða bandaríkjadala til þess að lappa upp á þennan bankasektor sinn. Af því þeir voru ekki tilbúinir til þess að ráðast í nauðsynlegar umbætur, þá erum við komin aftur á ystu nöf í Bandaríkjunum. Það er bara stór office, eða skrifstofubyggingar tómar, við erum aftur einhvern veginn komin á mjög svipaðan stað, vegna þess að það sem að við erum bara með, þetta er punkturinn, samþjöppun auðs í Bandaríkjunum er svo hrikalegur, og líka bara, ég meina, þetta er ekki bara í Bandaríkjunum, þetta er líka í Evrópu, þetta er í Breitlandi, þetta er bara komið á svo rosalega fáar hendur, en hagkerfin er ekki að vaksa nóg rætt til þess að halda í við þetta. Þannig ef að allir þessi stórfyrirtæki sem er að græða og við erum að tala að þau eru kannski að græða, þau eru kannski að fá 15% að meðan hagkerfið er að vaksa 2%. Þannig að þetta getur alltaf upp meira og meira úr hagkerfinu og þá úr höndum velnus fólks. Þannig að við erum bara komin á mjög hrikalega slæman stað hvað varðandi samþjöppun auðs, og eins og þú segir, þetta er búið að gerast undir hvaða fórsta sem er í Bandaríkjunum, og þetta er líka verið að lauma, þessi nýfrjálshyggja verið að lauma sig inn í Skandinavíu, í Norrlöndunum, og þetta er að taka yfir allt, og þetta er að sjúga súrefnið úr öllu. Og þess vegna erum við náttúrulega að sjá þessar hægrisveiflur sem er einhver svona, það er alltaf að nýta sér reiði fólks í hægrisveiflunar, en þetta er stóra vandamáli er að því þetta er heimur sem er ekki sjálfbær, að þá erum einhvern veginn föst í markaðskerfi eða fjármálakerfi sem er ekki sjálfbært, og komið með allt og fáa gerendur. Þetta eru bara örfá fyrirtæki sem stjórna í rauninni öllum auðlindum heims.
Við erum stödd við erum stödd í fjármálavæddum kapitalisma, það sem að hinni ríku soga til sín langt umfram vöxt hagkerfisins, þannig að þeir sem eftir eru, sem ekki til þeirra ríku, fá alltaf minna og minna, sem veldur félagslegri upplausn í Bandaríkjunum sem að leiði til Trump og fleira, og svo einhverjar hægri sveiflu í Evrópu sem við höfum náttúrulega eftir að sjá hvernig verður á tímum Trump, því að það er nú ýmislegt sem bendir til þess að hinn fyrirséði sigur hægrisins í Evrópu verði ekki einmitt út af Trump. Nei, það er alveg magnað einmitt. Það sá maður ekki fyrir. En þú bendir eins og á að það sem að keyrir áfram kerfið sem að leiði til aukis ójöfnuðar, það er ekki bara Trump, heldur eru það allar ríkisstjórnir, það er Keir Starmer í Bretlandi, það er Macron í Frakklandi og það eru sósíaldemókratar í Danmörku og Íslandi og það eru kristilegir í Þýskalandi og allir gengust inn á samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar sem að leiði til þessara niðurstöðu. Það er ógnar auðs örfára sem að ná undir sér ríkisvaldinu, ná undir sér stjórnmálunum, eignast fjölmiðlana og smátt stjórnaldri umræðu í samfélaginu og meðal annars nota óánægjuna, að virkja óánægjuna með því að láta hana beinast gegn innflytjendum en ekki sér, sem er náttúrulega langhættulegasti minnihlutahópur hópur í þessum samfélagum eru hinir ríku. Já, við þekkjum þetta á Íslandi. Ég meina, þetta er bara, þegar að businessin er farin að hefur meiri áhrif á pólisíuna heldur en fólkið, þá erum við með lýðræðishalla. Og það eru lýðræðishalli í Evrópu og í Bandaríkjunum og svo náttúrulega, og víðar, ég meina, nú erum við að tala um það að við eigum að heita að vera lýðræðisríki, en þegar út með 80% af öllum þeim ákvörðunum sem eru teknar í þingjunni í Bandaríkjunum eru lobbyinu í vil en ekki fólki sem kaus fólki hérna inn, það er ekki lýðræði. Þannig að en þess vegna sko, þú getur ekki talað núna í dag öryggismál á þess að tala bara fjármálakerfið. Vegna þess að sko, ég meina ég horfi rosalega mikið á einmitt í minni vinnu, þá er ég kannski að horfa á einstaka ríki og ég er að horfa einmitt á hryðjuverkaógn og ég er að horfa á uppreisnarhópa og ég er að horfa á mikið á svona málaliða og hreyfingar og annað og hvernig er þetta að nýta sér einmitt svona efnahagslegt óréttlæti til þess að skapa einhverju ógn og þetta er að, þú veist, bara þetta er svo gefið að líka bara hergagna iðnaðurinn er sko það er bara military industry complex er það sem að ógnar bara ógnar heiminum, þú veist. Vegna þess að þessi stríð eru keyrð áfram. Það virðist vera mjög takmarkaður vilji eða pressa á leiðtoga heims til þess að semja frið til dæmis. Vegna þess að það er svo mikill peningur í húfi og það eru sko ekki bara Úkraína og Rússland sem að sko ameríski hergagniðnaðurinn er að græða á tá og fingri á því stríði. Heldur er það náttúrulega líka þjóðarmorð á Gaza, það sem er hægt að testa all þessi vopn og líka í Úkraínu. Það er hægt að testa svo mikið, það er búið að testa á Palestínumönnum, þú veist, bara gervigreind og njósnaforrit bara núna síðustu árin og þetta er óhugnalegt. Og líka sko, að því ég er dálítið mikið í þeim löndum sem ég vinn, þetta eru smáríki sem að þú veist geta engan veginn varið sig og eru bara undir geopólitíkinni háð. Og Ísland er í rauninni svolítið svipað, skilurðu, að við erum ekki í þessum megnum, við getum ekki varið okkur, þannig að við verðum náttúrulega að reiða okkur á samstarfi önnur ríki og hjálp frá öðrum ríkjum og til dæmis, þú veist, mörg ríki í Afríku, þau verða að þú veist, þú velur þeir bara, þú veist, eins og þú talar hvaða alliance ert í. Ertu með Tyrklandi eða ertu með Sameinuðu Arabafurstadæmunum eða ertu með Katar? Ertu með Saudi? Þú veist, hver eru helstu, og þetta, ég meina, í Líbíu er þetta ótrúlega augljóst hvernig þetta spilaðist út, hvernig, þú veist, hvernig í rauninni Evrópa var reyna að staðsetja sig og svo eins Tyrkir og Persaflóríkin og þetta er óhugnalegt að horfa á hvernig, þú veist, þessi, bara að því þetta er allt access og influence. Hvað sem það er access í Líbíu er það olía eða gas, þetta geta verið bara geopolítískt af því að þeir eru til dæmis eins og Sómalía eru við Rauðahafið
þú veist, og geta stoppa alla trafík þar. Þetta snýst allt að hafa access og stjórn ákveðnum ríkjum til þess að vera geopólitískt með puttana þar, þannig að það ekki hægt að koma í veg fyrir, þú veist, til dæmis eins og þeir lokuðu persaflónum, þú veist, það geta náttúrulega Írani gert, Sómalir Húþís geta loka Rauðahafinu. Þetta er svolítið magnað að oprétta, því svo sama tíma erum við líka að horfa á bara flæði vopna svæði, til dæmis Sahel, hvernig þetta færist á milli, stríð í Sýrlandi, síðan færist það yfir til, þú veist, Norður Afríku. Þetta er heimur sem er óhugnalegur vegna þess að það, eins og ég segi, það er svo margir að græða á hann. Það er engin í rauninni, maður sér ekki, þetta eru mestu átök sem hafa átt sér stað síðan seinni heimsstyrjöld. Þetta eru 60-70 bara stríð í gangi, jafnvel meira, og það virðist ekki vera neitt svona áhugi á því að stoppa þetta eða að beita sér fyrir því. Kannski vegna þess að fólk sér ekki hvernig á að stoppa. Þú ert með eitthvað svæði þar sem er búið að dæla inn alls konar vopnum, þú ert með ólíka hagsmuni og ólíka hópa innan ríkjanna sem að hverjum sig getur sótt stuðning til ólíkra erlendra bakkjarla og þú hefur eiginlega allt til þess að viðhalda endalausu stríði, endalausum átökum og endalausu upplausn, en þú er ekkert í höndunum til þess að vinna að friði. Og við skulum líka átt ykkur því það hefur alltaf verið kerfisbundið, nálgun hefur alltaf verið að halda Miðausturlöndunum í kaos til þess að ráða yfir olíunni og að koma í veg fyrir að Íran og Sátar slá upp. Ég meina þegar OPEC var til, þá allt í einu hrikti í stoðum nýlenduveldana og olíuiðnaðurinn fekk aldeilis, þú veist, að finna fyrir því. Þá mistu stórfyrirtækin sem þá réðu öllu, The Seven Sisters, skilur þau bara mistu valdið. Þannig að þá þurfti að stofna til átaka til þess að stía OPEC í sundur. Alveg eins og núna, ein af ástæðunum fyrir því og við tölum þetta áður var þetta að vaða inn í Venezuela sem var svo fáránlegt. En hvað var ekki Venezuela að gera? Venezuela var að versla með Kína og Bandaríkjamenn hafa miklar áhyggjur því að ef að þú ferð að versla með auðlindir í öðrum en dollarunum, þá þeir algjörlega búin að missa tökin. Vegna þess að þeir get ekki, þeir eru bara að prenta núna peninga sem ekkert innistæða fyrir nema skuldabréfin. Og nú eru skuldabréfin, þú veist, þannig að við erum eftir að sjá eitthvað mikla upplaust svona næstu misseri áður en við finnum einhvern flöta á þessu. En við skulum líka bara átt okkur því eins og ég segi, hergagnaiðnaðurinn og máttur stórfyrirtækjanna og eiginleiki þeirra til þess að stjórna okkur, þú veist, í gegnum öll forritin. Við erum algjörlega háð örfáum fyrirtækjum í heiminum og bara, þú veist, við vitum bara hvernig eins og ég segi, það er búið að vera, þess að ísraelska fyrirtæki með Pegasus, þetta er búið að selja þetta forrit til einræðisherra sem eru að nota þetta, ég var á ráðstefnu hann í Nígeríu, ég sagði frá því, sem eru að nota þessi njósnaforrit til þess að tækla alla aktivistana og þetta er ekkert mál. Þegar þú ert komin inn í síman í okkur einasta manni, þá getur bara, þú veist, þú bara fylgst með öllum og tekið það út. Þannig að við erum, þetta er rosalega dystopían og svona ógnvænlegur heimur, Þú getur eiginlega slökkt á fólki með því að ekki bara taka af þeim aðgengið af peningum og öðru slíku, heldur aðgengi bara af öðru fólki, að þú hefur ekki aðgengi af öðru fólki gegnum samskiptaforritin sem við höfum. Og svo bara vera að búa til vopn sem eru mjög skeri, ég meina, ekki, þú veist, við náttúrulega ekki bara kjarnorkuvopn, það er verið að búa til og þróa, þú veist, vopna sem þú þarft ekki eins og hleypa skoti. Þú bara ferð inn í taugakerfi á fólkinu, Þannig og lamar bara taugakerfið. Þannig að þú veist, með einhverjum bylgjum, Það eru aðeins að við vorum að tala svona ástandið, efnahagslegt ástand í Bandaríkjunum og Evrópu og svo verðum við að tala svona ákveðin hættusvæði og ef við erum að horfa hérðan frá Íslandi svona hugsa öryggi okkar, þá getum við hort á, ég meina, öryggi okkar tengist það einhverju niðurstöðu í Venezuela eða Jemen eða í Súdan eða í Taívan eða í Donbass, eða er þetta sem vorum að ræða áðan að vaxandi ójöfnuður í samfélaginu leiðir til þess að fólk upplifir það að ríkisvaldið er ekki að þjóna sér, sem er náttúrulega eðlileg niðurstaða, það er að þjóna fyrst og fremst ólíkorkonum, það fyrir fyrst og fremst að þjóna þínum auðu, en einhvern veginn vegna þess
taka hérna auðugu á fjölmiðlum og umræðunni að þá beinist óánægjan gagnvart innflytjendum og það verður svona félagslegu upplausn innan samfélagsins og við erum í ástand þar sem að fólk kannski getum við sagt að sko óheftur kapitalism og lýðræði get ekki verið saman því að kapitalismin vinnur lýðræðið og við erum stödd í slíku ástandi og þá segir fólk við verðum líklega bara að hafna lýðræðinu og við sjáum að Spánverjar sem að muna nú ennþá fólk á lífi sem að mann Frankó-tíman að þar voru könnuna sem var 40% til í því að segja lýðræðið nú kannski ekki besta kerfið og við erum með kannski ekki jafnháa tölur í Bandaríkjunum en víða í Evrópu sjáum við svona tölur þar sem að fólk eiginlega gefast upp á lýðræðinu. Þannig að valkosturinn sem við höfðum til þess að byggja upp ríkisvald sem að færi með einhver svona almannavald til þess að byggja upp samfélag sem að þjónaði almenningi að það að hverfa en við viljum ekki fórna sko kapitalismanum af því að við trúum því að hann hafi raunverulega fært okkur allt sem að gott þetta. Það að því stjórnmálamennirnir eru, hvað sem það Starmer, ég meina eitt af fyrstu fundunum sem Starmer átti, þegar hann var nýbúin að taka við embætti og setur þetta út á Twitter eða X þarna, að hann heitir BlackRock, þú veist, hérna, hann sem að rekur BlackRock, þannig að þá sá maður bara, já, ok, þú ert alveg þarna. Stjórnmálamenn eru bara í vösunum á þessum interestgrúpum, það bara þannig og ég meina ef við horfum á okkar eigin stjórnarleiðtoga að veist, þetta er alltaf eitthvað sem er að koma úr bönkunum. Þetta ég meina okkar forsætisráðherra kemur úr bönkunum. Ég meina þú veist, þannig að hérna þetta svo samtvinnað sko og það eins og fólk svona það haldi að það, þú veist, ég meina þetta ekki system sem búið að vera lengi við líði en það sem þeir svo í töðunum mér þú veist, fólk bara þetta eins og þetta sé fait accompli, þetta sé svona sé þetta bara og svo alltaf talað blandahagkerfi en það aldrei talað lýðræðisreglan eða samþjöppun Ég meina, blandað ætti þá að vera við höfum tekið allt og mikið af reglugerðum sem að koma í veg fyrir svona hryllilega, ég meina við erum ekki með virka samkeppni til dæmis á Íslandi og við erum ekki með virka samkeppni í Evrópu og Bandaríkjunum á mjög mörgum sviðum lengur vegna þess að þetta svo rosalega samþeppa en þú eiginlega svaraði spurningunum svolítið sjálfur með þetta með öryggið og Ísland vegna þess að okkar öryggis ógn dálítið mikið meira inn á við sko, ekki bara út af við. Af því að við höfum ekki áhrif á það hvað gerist í, þú veist, á stöðum eins og í Úkraínu, við höfum ekki áhrif á þetta. Við erum, það sem við hefur litist ágætlega á svona þessi, þegar okkar ráðamenn hafi verið að gefa það út að við höfum bara verið meira í samvinnu við til dæmis Norðurlöndin, öryggi og það lýst mér mjög vel á og svo þetta náttúrulega þessi, þú veist, við viljum ekki hafa Evrópusambandið inn í einhverju þingsályktunartillögu með flokkurinn sko en við verðum náttúrulega bara að það ekki hægt að vera með öll eggi í einni körfu með Bandaríkjunum sko þannig að við þurfum bara að en ég nefnilega algjörlega á því að þegar við erum virkilega að horfa á hvaða hættastæðar okkur fyrst og fremst að þá það einmitt skautunin heima fyrir það bara sjokkarandi að sjá það afneitun á vísindum þú veist, þetta bara svakalegt að lesa orðið kommentarkerfin sko og síðan þess mér líka bara einmitt þetta að það hættu því að við erum að búa til sko heilan flokk af fátæku fólki og sérstaklega innflytjendum þannig að þú veist kom með þessa polariseringu í íslensku samfélagi sem mjög hættulega og þannig að ef við ætlum að eins og ég segi, við getum ekki haft áhrif endilega á stóru myndina en við getum búið til samfélag sem á að vera resilient af því fólkið hefur traust á stjórnmálunum. Í dag ekki traustið, það ekki eins mikið traust. Hann reyndar kom eitthvað aðeins meira aðna eftir að valkyrjurnar komu inn sko, en síðan hefur það verið að dvína. Og að meðan það ekki hægt að taka til í okkar eigin kerfi, þar sem við verðum að horfast í augu það að sérhagsmunir eru ennþá allt of ráðandi í ákvörðunartökum hjá stjórnmálamönnum. Það bara alls ráðandi. Alls ráðandi og þannig að mér finnst einhvern veginn ef að valkyrjurnar hafa einhvern áhuga því að fá endurkjör og vil ekki að meðflokkurinn, þú veist, vaði upp í einhver 25%, þannig að þú veist, það alveg hægt að hugsa sér að miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og Framsókn fari í næstu ríkisstjórn.
þú veist, það alveg, og nú tala ég svona því ég náttúrulega bæjast, ég er vinstri sinnuð, en þetta fyrir mér er þetta bara versta, mögulega niðurstaðan, en ég bara segja að þá verða þær að fara að draga úr ójöfnuði og sýna miklu meira að áherslurnar séu að endurlífga velferðarkerfið. Við þurfum líka að finna leið til þess að tvinna saman, við erum með 80.000 erlend fólk. Þú veist, við verðum að fara að finna einhvern veginn, sko, þetta verður að verða fjölmenningarsamfélag þar sem við samþykjum tilvist þessara fólk sem heldur bara hreinlega hagkerfinu á herðum sér, sko. Og þegar þú horfir á til dæmis RÚV, ég meina sérðu eitthvað mikið að brúnum andlitum? Nei, það er bara einstaka sinnum. Ég held að veri 1 eða 2 svona þáttastjórnendur, svona ungt fólk sem hefur fengið að vera með sko eitthvað Íslendingar, en ég bara sé að það vantar Reifn í Landunum, pólsk fréttakona sem er oft í útvarpinu. Já, ég meina, en það vantar meira svona. Það vantar til dæmis konum með slæðu, af því það, þú veist, ég meina, það er fullt af múslimum í Íslandi, það verður að gefa þeim líka space, en þannig að fólk haldi ekki alltaf, þeir sem eru mest á móti múslimum, þeir sem umgangast ekki múslima, Helen, getur ímyndaðir hvað myndu heyrast ef að í staðinn fyrir, kæmi frétta þulurinn í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins og væri með slæðu? Ég meina, þú veist, það er nefnilega málið, er að þetta orðið svo ógeðslega rasíst að þú veist, það er allt brjálað. Það er allt brjálað. Þegar að þetta er bara eðlilegasti hluturinn í Bretlandi, að því að bara múslimar eru partur af samfélaginu en við þurfum að hugsa þetta, við þurfum að fara að hugsa þetta. Ég sagði ríkjandi en alltaf draga tilbaka. Hérna er sterk viðhorf sem að segja að múslimar eigi ekki að vera og geti aldrei orðið hluti af samfélaginu. Bilað, sko. Og þetta er náttúrulega, en þetta er fólk sem umgengist ekki mikið múslima, hefur kannski ekki ferðast mikið, hefur ekki verið í Miðausturlöndum til dæmis eða í ríkjum þar sem eru múslimar, þannig að þú veist, þetta er yfirleitt, þessi hræðsla kemur og yfirleitt frá fólki sem þekkir ekki múslima, en eitt líka, þetta er eitt hluturinn, þetta er svona félagslegi þátturinn og efnahagslegi þátturinn, síðan er hinn þátturinn og það er bara það að við þurfum alvarlega sem land einmitt og þetta reyndar kemur fram í því að nú ætlar ríkisstjórnin að fara að skoða öryggis- og varnarmálastefnu Íslands og það kemur enda fram að þetta verði skoðað, það er þessi gervigreind, hvernig hún muni hafa áhrif á okkar samfélag, það er náttúrulega þessi automation, þú veist, sem getur komið niður á því að við missum fullt af störfum og svo er það líka bara, við þurfum að verja okkur sérstaklega á internetinu, ég meina þú manst það í fyrra, það voru nokkru klukkutíma sem að Microsoft bara hreinlega virkaði ekki, allt bankakerfi krassaði í nokkra klukkutíma. Við þurfum að hugsa að vera svolítið sjálfbær meira þannig að það krassi ekki allt samfélagið okkar ef það er gerð árás á til dæmis Microsoft eða, þú veist, við þurfum að hugsa svona vegna þess að allt samfélagið okkar er núna byggist á þessu. Þú veist, þú getur ekki einu svona farið í strætó vegna þess að þú ert að borga í gegnum símaðinn. Ef símaðinn krassar og þú hefur ekki aðganginn í bankaninn, hvað þá? Hvað er B-plani? Það eru svona hlutir sem við þurfum að vera miklu sterkur og svo náttúrulega er bara líka við stöndum alltaf sterk þegar kemur á almannavörnum og þessu, þannig að það eru vissulega réttar áherslur, en ég vil ekki sjá að Ísland sé að taka þátt í vopnakaupum í gegnum Tékkland, þú veist, einhverjum dúbíu skjörningi, það sem við erum alltaf fann að taka þátt í mögulega bara einhverju sem að síðan hefur verið talað að hafa reyndar verið frekar mögulega frekar spilt ferli og skilaði sér ekki allt, en ekki bara það var líka spurningamerki hvaðan vopnin voru að koma, mögulega voru þeir að kaupa vopnin af ríkjum sem eru bara heila nánast að bannlista út af mannréttarbrotum. Þannig við erum ekki verið að taka þátt í svona gjörningi, við verðum að sko annarkvort erum við með heilbrigða stjórnsýslu sem virðir stjórnsýsluna þá og við náttúrulega erum ekki með heilbrigða stjórnsýslu, það er náttúrulega, við erum alltaf mjög spilta stjórnsýslu og hefur alltaf verið þegar að vera að veita útboð og þú veist, við vitum það náttúrulega, en við þurfum að endurskoða bara hvar öryggisstefna Íslands, þetta snýst ekki bara Úkraínu og NATO og þú veist, nei, við verðum að horfa miklu meira innráðið. Ef ég má aðeins staldra við innflytjurnar sem eru hátt í 80.000. Já. Ég hef stundum sagt það hérna við þetta borð að ímyndum okkur hefur verið stödd 1950 og við myndum tala við hérna fólk í dagsbrún þá
og við myndum segja við árið 2026 verður það þannig að minna en helmingur félaga í Dagsbrún muni hafa kosningarétt á Íslandi. Þá hefði engin trúað okkur. Hefði ekki trúað okkur og við værum á leiðinni inn í slíkt óréttlæti að þetta staðreynd í dag af því það eru innflytjendur sem hafa það. Varaformaður Miðflokksins Snorri Másson var að dreifa myndbandi þar sem hann var að gagnrýna frambjóðanda í leiðtogakjöri í Viðreisnar fyrir að hafa lagt til að færa kosningarétt innflytjenda niður í samtöku sveitarstjórn og þetta vera með samfellda búsetu í 3 ár og þá máttu kjósa í þínu sveitarfélagi sem svona bara að því að sveitarfélagi náttúrulega ekki ég kannast ekki við að það sé byggt á einhverju þjóðerni eða eitthvað slíkt, þetta þeir sem að borga útsvarið þeir fá að kjósa í stjórnina eins og bara í öðrum félögum en hann var að tala að þetta færi þetta helst upp í 7 ár og var með einhverju fabúlir eitthvað svona ég var ekki varð við það að neitt til dæmis innan Eflingar eða neitt nú verkalýðshreyfingunni eða nokkur maður andmælti þessum sjónarmiðum þar sem var verið að leggja til að brjóta niður borgarleg réttindi stórs hluta landsmanna að taka af þeim svona aðgengi að völdum og áhrifum á sitt samfélag og ég fór að velta fyrir mér erum við virkilega búin að bara beygja okkur undir þennan áróður últrahægrisins og leyfa þeim bara að gefa tónin í umræðuna og leyfa þeim að síga okkur á nágrann okkar að taka af þeim kosningaréttin og taka af þeim réttin til atvinnuleysisbóta og ég meina erum við virkilega komið þangað? Mér hefur nefnilega fundist það einmitt í staðin fyrir að snúa vörn í sókn. Þá nákvæmlega, þetta líka nákvæmlega eins og hérna í Breitlandi, það sem ég það sem að Keir Starmer hefur, sett sig eiginlega bara svona einmitt, það sem að reformflokkurinn, þetta nákvæmlega sama fyrirbrigði. Þau eru svo hrædd að þau þora ekki taka slaginn. Og það sem við skilja ekki, að þetta kannski einhver hofverðar 10-15% held ég en þegar að flokkarnir eru farnir að beygja sig eins og þú segir beygja sig undir þetta þá þeir fá ekki endilega það sem vegna þess margir af þeir sem eru að kjósa og vilja ekki sjá þetta attitude þannig að það verður svo mikið lettan þegar allt í einu samfylkingin farin að alveg eins og Starmer farin að endurróma einhverju svona frekar ömurlegar hugmyndir. Og Viðreisn dómsmálaráðurinn mjög duglegur. Tekur meiri sér undir það þegar það verið að tala í Evrópu að senda aftur Sýrlendinga sem að kannski löndum sem að tóku kannski 20-30 sinni fleiri Sýrlendinga með að við fólksfjölda viðgerðum. Eins og við eigum eitthvað erindi í þá umræðu að eins og við höfum tekið of mikið af Sýrlendingum. En þú veist, þetta umræðefni einhverja flóttamenn svo galið. Vegna þess að við höfum talað þetta Karin Kjartansdóttir alltaf að benda á þessar tölur þetta svo fáir sem að flóttamenn, þetta ekkert vandamál í okkar íslenska samfélagi þetta fólk sem komið í vinnu þetta fólk sem bara partur af samfélaginu vandamáli að við erum í EES ég tel reyndar ekki vera vandamál, ég tel að vera styrk við erum í EES og það bara hreyfing á vinnuafli, það kemur það sem vinnan og við höfum verið að við höfum bara það verið enginn algjört fyrirhyggjuleysi hérna varandi túrismann það búið að svolítið ég meina þetta græðgi sem hefur keyrt þetta áfram og það vantar vinnuafl í þetta nú reyndar að dragast saman þannig að eitthvað sem fólki mun bara reyna að fara ef það ekki vinna það bara þannig, þetta bara migrants en það sem við gætum gert vegna þess að þessi innspýting, ef það hefði verið einhver fyrirhyggja og við hefum hugsað með sér, það gott að byggja hérna húsnæði og við verðum að fara að, innviðirnir verða að halda stífi fjölkynina. Ég fúslega viðkennast þetta gerist allt og rætt, þannig við höfum ekki náð að viðhalda innviðunum. En það líka vegna sem við erum að svelta kerfin. Við höfum ekki, en við gætum líka litið á þetta sem alveg, hugsaður innspýtinguna, hugsaður hvað allir þessi hópur af fólki sem við kennum sé stór þáttur í hagvexti á Íslandi. Þetta umræðan. Hvar væri við stödd ef við værum, bara líka út frá aldurspíramöndum og allt þetta. Við erum rosalega við erum svolítið háð því að það komi inn straumur af fólki til Íslands ef við ætlum að viðhalda ákveðum hagvexti. Það bara staðreynd. Mér heyrist að ég nefndi varaformann Miðflokksins Snorra Másson. Mér heyrist hann svara þessu spurningum að það sé betra að vera í bara
einhverju efnagslegu lægð og vera hrein. Þannig hann eins og stundum sagt að öryggismálin alltaf efst, að það eins og hann líti að hafa trú að Trump á því að flóttamenn séu helst á öryggisógnin við Evrópu og séu hætt á siðmenningarlegu hruni og þess vegna verðum við frekar að sætta okkur bara við efnaðslega deyfð og fleira og vera hrein. Þannig mér finnst hann svara þessu stundum sko. Já, hann segir þetta kannski alveg með þessu orðalagi sem ég en hann meina minna að segja þetta sko. Já, en þar leiðandi sko siðferðislega hrunið þessi siðmenningarlegt hrun eru hans hugmyndir að þær komast upp á borðið. Það hrunið. Það Trump. Þú veist, þannig að þetta svolítið írónían sko, að því að ég man ekki betur en hérna 1900, ég nú ekki svo gömul, en ég þó gömul, ég man eftir Íslandi þegar sko miðbærinn var eins og drauga, þú veist, manst eftir þessu, 1980 og fórst inn í miðbæ og meira segja áður en að Kringlan var til, að þetta var óttalega svona drungalegt sko og síðan var drykkjumenningin alveg út í hött, þú veist, unglingar sem söfnuðust saman í miðborginni á Lækjartorgi klukkan 3 nóttina, blindfullt, þú veist, þetta það sem þið vilja, eða vilja þið fara aftur til 1950, eða vilja ekki bara fara aftur þar sem að fólk var í fjötrum, þú veist, þetta svo, það náttúrulega verið að selja bara fólki, þú veist, það verið aldrei, þangar til nýlega, að því nýja frálsækjan að eyðilegja þetta fyrir okkur, en bara þangar til nýlega, þá vorum við, svona í 1970 og 80 og svo 90, þá erum við bara á besta, við höfum aldrei haft það svona gott, aldrei, þannig að, þú veist, að því við vorum með sterkt velferðarkerfi. Þetta hefur ekkert að gera með einhverja nokkra útlendinga. Eina sem þessu útlendingar hafa gert er að keyra upp hagvöxt, sko. En af hverju fólk hrætt að taka slægin? Af hverju það hrætt að taka slægin? Og af hverju, sko, þeir eru náttúrulega með, eins og ég segi, með fjölmiðla sem að endurspegla ekki fjölmenninguna. Þú fjallar ekki nógu oft það hversu positíft fjölmenningin Þú veist, ég meina, eins og þessi talsmáti Sýrlendinga eða Palestínumenn eða eitthvað svona því þessi múslimar, kristni menn líka frá Palestínu og Sýrlandi. En þú veist, mér heitir algjör bjartur í sumarhúsum, sko. Ég meina, þú veist, það er bara, þetta alveg hræðilegt átlukk á lífinu og þetta svo negatíft og af hverju ekki bara stjórnmálaflokkar að keyra áfram því það sem að vinna Mamdani í New York sem með positífa, þú veist, kosningabartu og þú ert með núna Sack Polanski í Breitlandi, hann bara að keyra á þessu positífa. Þetta það sem á eftir að virka. Þessi hræðsla og þessi svona óhugnarlegi þetta ekki gott. Þetta ekki gott fyrir sálina. Þú veist að líta á veruleikann svona með þessum sjónarhorni. Þannig ég segi bara, þeir sem að, þú veist, ef við ætlum að ná til kjósenda, það þarf að fara í bara positífa og reyna að lyfta okkur upp og ekki ræðilegu skilaboð. Og mér finnst þetta ömurlegt að horfa upp á þetta. Því fólk átt ekki skilið að tala svona þetta. Það voru fréttir frá Bandaríkjunum að þar voru kosningar í öldungadeild í Texas þar sem verkalýðsforingi vann á svæði þar sem að Trump hafði unnið með 17% stiga yfirburðum en þessi verkalýðsmaður var að vinna einhvern republikana sem hafði stuðning Trump með held í 14% stigamun, þannig að sveiflan alveg gríðarlega stór. Eins og þú sagðir, sko, hann mögulega að þetta kemur í baki á Miðflokksmönnum ætla að hengja sig á Trump. Sko, en varðandi hérna heima að því ég hef búin að nefna Snorra Másson og þá var náttúrulega Jens Garðar varaformaður Sjálfstæðisflokksins sagði í síðustu viku að það ætti að vísa Palestínumönnum sem hafi fengið hæli hér aftur til Gaza. Þetta algjör, veistu það, þetta svo viðbjóðslegt. En þú tókst eftir þessu, það voru gríðarlega hörð viðbrögð víða samfélagið. Heyrður eitthvað frá ríkisstjórninni eða frá Samfylkingunni eða frá Viðreisn eða heyrður eitthvað frá þeim eða? Nei, vegna þess að þessi ríkisstjórn hefur ekki beitt sér fyrir því eða gerði það ekki mjög lengi að beita sér fyrir til dæmis fjölskyldusameiningum sem fólk átti rétt á. Það hefur ekkert verið neitt, eins og ég segi, það eins og þessi svo hræddar að það vilja ekki láta blanda sér inn í þetta. En ef þú ert ekki til í að verja mannúð eða lýðræði eða þá en svo það tilbúinir að vera með, þú veist, kalla saman fund þar sem vera að tala Íran og hvað sé slæmt ástandi í Íran.
þú veist, en vilja ekki tala og vernda palestínumennina sem eru komin til Íslands. Þetta rosalega mikið, hvað maður að segja, þetta superficial maður. Þetta eins og þetta, þú veist, að vera bara, já, við ætlum að vera með fundum Íran, en þú ert ekki tilbúin til að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael. Nú ég meina, ástandið í Ísrael aðeins ætla að fara út í það. Ég meina, það Gaza, ok, þeir eru búin að opna landamærin og að hreypa 50 manns á dag í gegn, en það sko 20.000 manns sem desperate, sem að þurfa, þú veist, læknisaðstoð núna og strax til þess að lifa hreinlega bara. En þú veist, það hefur ekkert breyst. Þetta bara hræðilegt. Ég meina, þeir eru bara búin að taka yfir 60% af Gaza. Þannig að þú veist, það búið rúst öllu, 90% farið og maðurinn ætlar að senda fólk, það sem ekki einu svona fungerandi heilsugæsla, hann ætlar að senda fólk inn í land sem hernumið. Það sem verið að drepa fólk 500 manns frá í október, og þetta 500 manns, þú veist, þeirra vopnahlé. Það náttúrulega ekkert vopnahlé, þetta bara náttúrulega allt. Þetta allt theatrical, þetta allt tilbúningur einn. Þetta bara, Ísrael bara að fara að taka þarna yfir og þeir eru bara að vinna í því hvernig þeir ætla að koma þessum, já, það ekki einu svona 2 milljónir, þannig talið þessi, kannski, þú veist, já, það fólk veit ekki, en það talið jafnvel að þessi allt upp 200.000 mann sem liggja hreinlega í valnum, ekki bara út af sprengingum, heldur líka bara út af ekki fengi læknisþjónustu og svo fleira. En þannig að við vitum þetta, þannig að af hverju erum við í alvörunni með stjórnmálamenn á Íslandi sem eru ekki tilbúin að taka skrefið og beita sér ekki fyrir því að það séu viðskiptaþvinganir settar á Ísrael, það sem að notabene á Vesturbakkanum, það hræðilegt ástand þar. Og það ekki einu svona, þú veist, þannig að bara Vesturbakkin, þeir eru bara að taka meira og meira og meira og þetta bara þjóðernishreinsanir. Og þetta allt gegn alþjóðlögum, en við erum allt í einu með fundum Íran. Þetta rosalega skrítið, Herðu, Helen, gaman að fara með því í þessa þokuleiðangur öryggismál í heiminum á tímamótum og þannig bara heimurinn. Við leysum ekkert, við svona, já, kannski, ég veit eða ekki hvað, það kannski ekki eins og holdt að hlusta á þetta, Nei, en það bara stundum málið þannig að það ekki komin, kannski valkostirnir ekki komnir fram og við erum bara á þannig tímum og þess vegna þurfum við að ræða og í slíkri umræðu þá náttúrulega dregið upp kannski það sem að verst gæti orðið. Ég veit ekki hvað þú farið svo langt, Ég get alveg farið lengra þá leiðin að þú vilt, En mér finnst áhugavert að vera að tala annars vegar um heiminn og fara svo inn í svona innri það sem heldur samfélaginu gangandi eins og traust á efnahagskerfinu í Bandaríkjunum sem að virðist vera að bresta og þegar það gerist að þá hættir blóðið að flæða kerfið og getur orðið mjög hröð niðursveifla eða þegar að við erum í Evrópu þar sem að enginn þó að við tölum endalaust frelsi og lýðræði og mannréttindi og allt saman að þá sjáum við hvernig vörnin þessa þætti alltaf verða veikar og veikari. Já, og það alltaf tækifæri í krísum, Já, til þess að koma ykkur illu af stað. Hvernig bregðust við í krísunni? Já. Herðu, þakka kærlega fyrir Helena að taka síman. Takk sem leis. Takk kærlega. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.